Ég mamma hans og heiti í leikritinu Kata og Katrín, væntanlega, og mamma þessa Durgs. Durgs? Já. Minn karakter heitir Þórður og útgerðarmaður á staðnum. Þetta dugnaðarmaður hans sonur minn. Já, hann það. Og það líka einhvern veginn sem kemur svo vel fram í verkinu að maður sem byrjar svona með 2 hendur tómar og vinnur sig áfram. Þetta svona þessir gömlu jaxlar sem við þekktum það í den sem voru bara sjórinn var allt þeirra líf. Þeir hugsuðu bara sjó og fisk og töluðu veðrið og allt bara snerist, lífið þeirra snerist bara, þetta kannski sé bara í leikhúsinu, við tölum bara leiklistastíð. Þannig að það er bara þannig. Já, ég sá leiksýningur á sínum tíma og hafði gaman af, mjög flott sýning. Og þá var maður allir hugsi yfir þessu sprungunýja kvótakerfi. Þetta bara árið eftir að það sett á sem að leikrit á fjölunum. Ég reyndar lék í bíómyndinni líka, það var búin að gleyma því. Já, ég var líka í henni, Já, við vorum bæði í bíómyndinni líka. Það var að tala við gömlu leikarana. Já, og okkur finnst, eða mér finnst allavega ekki að hafa breyst síðan þá í sambandi við kvótakerfið, sjóinn og plássin og allt þetta. Það hefur bara nákvæmlega ekkert gerst. Þetta enn í nefnd. Svo náttúrulega eins og alltaf í öllum fjölskyldum þegar eru komnir peningar í spilið að þá yfirleitt fer það bara á einn veg, verða leiðindi og... Máttu ekki segja frá endinu. Endra svoleiðis? Já, þegar komnir peningar í spilið þá gerist nú margt skemmtilegt. Já, það gerist margt skemmtilegt. Já, heldur betur.